Jæja, bara vaði í þetta. Ekki? Gaman að fá þig heimsókn. Bara gaman að fá að koma. Það bara ákveðin heiður að vera spurður að koma í þetta í viðtal. Í þáttinn til þín. Dásanlegt. Við erum hérna á öðrum í Hvítasunnu og föttuðum það eiginlega báðir eftir á að vera frídagur. Ég svo mikið þar einmitt að, að ég vinn svo mikið þannig að ég gleymi því oft þegar það einhverjir, nema að sé bara svona þessar allra mestu frídagur. Hvernig eru dagarnir á þér? Ég hef nú komið til þín í kírópraktorstöðinu. Er þetta langi dagar? Nei, ekki lengur. Ég reyni að hafa þá kannski svolítið styttir en þeir voru áður. Ég náttúrulega var að vinna langa daga áður þegar maður var að byggja sig upp og var svona í harkinu. En núna er maður að gera svo marga aðra hluti eins og bara öllu verkefni sem ég er að vinna með samhliða kírópraktikinni og auðvitað hugsa um börnin mín og kærustunum mína og þannig að þá ég reynir svona að hafa dagana bara hnitt með það, byrjaði setna svo ég ná að æfa vel og svo hætti ég líka svona aðeins fyrir á daginn til að geta sótt krakkan í skólan og ef svo er þá viku. Þannig að ég svona, þetta er ekki alveg svona 7 til 7 eins og það var í gamla dag, sko. Nei, ok. Hvernig var það? Ég þekki einn hann Sigurjón, sem er að læra að vera kírópraktorinn út í Barcelona. Já, Sigga. Já, hvernig er að koma sér upp í svona, því maður kemur núna og sér, þú veist, stór stöð en þá hugsa maður einmitt, þetta er mikið fyrirtæki að koma svona lögu upp og þegar þú segir að hafi verið í harkinu, hvernig var harkið? Sko, þegar ég útskrifast þá er ég í Stokkólmi og sem er náttúrulega bara stórborg basically og fullt af kírópraktorum, fullt af osteopötum og nabrapötum og sem er svona í sömu fjölskyldu og kírópraktík með þetta stóðkerfi og þar opnaði ég bara stofu bara strax eða aðstöðu og þá fer maður að fara í alvöru hark, hvernig nær maður í kunna það sem enginn þekkir mann og það sem er nánast einhverja meðhendla á hverju hotni. Það lærði ég svolítið bara að vinna að því að sækja kunna og skapa mér nafn og leika mér með markaðsfræði, áherslur og allt það. Og svo þegar ég flytt heim og þá er markaðurinn alltaf bara ekkert eins og í Stokkólmi. Það eru fáir kírópraktorar og ekki kannski eins vel þekkt og úti. Þannig að það var svona aðeins auðveldara og það var bara strax óslega mikið að gera hjá mér. En á samfélagsmiðlum og að vera þekktur og einhvern veginn að ná sér í kunna, það var svo sem enginn að gera neitt. Það var enginn að auglýsa sig á samfélagsmiðlum en eitt svoleiðis og þar sá ég svolítið bara ákveðin glugga, ákveðið tækifæri og skapaði mér svona þetta nafn, þetta Gummi Kíró og svona fór að auglýsa mig mikið í gegnum samfélagsmiðla stjörnur á þeim tíma og þá fór boltinn svolítið að rúlla ansi hratt. Hvernig maður hugsa, þetta byrjar örugglega fyrir ég er að reyna að hugsa hvernig þetta byrjar að fyrirtæki og fleiri fara að nota þetta í markaðssetningu og nota áhrifavalda. Já. Er þetta fyrir svona 5-6 árum? Sko ég kem til þessi 2012 og byrjaði að gera þetta bara stuttu seinna. Þannig að ég byrjaði að gera þetta, það var náttúrulega enginn að gera þetta án að ég byrjaði að gera þetta. Þannig að ég byrjaði fyrst að auglýsa með á Facebook og það var svona svolítið á gráu svæði hvort við mættum auglýsa. Mega tannlæknar auglýsa á samfélagsmiðlum eða mega læknar auglýsa á samfélagsmiðlum og það var alltaf sagt við nei, þetta er þannig að kírópraktorar mega ekki auglýsa sig svona út á við, þeir mega ekki auglýsa sína starfsemi og ég, hvernig getur það nú verið og fór svona að leika mig kannski á þessu gráa svæði og nú er náttúrulega allir farnir að gera þetta þannig að allir eru farnir að auglýsa á Facebook stuttu seinna, ég byrja að gera þetta og svo náttúrulega á Instagram. Þannig að það má segja að ég kannski byrjaði svolítið á öllu þessu sem allir er að gera í dag. Þannig en ég hef alltaf verið svo óhræddur við svona hluti. Ég er ekki endilega hræddur við að put me out there. Ég ætlaði að spyrja það alltaf um það eftir. Já.
Þetta með sem maður sér að við erum mjög mörg sko, svona spjörhætt sko. Já, ég hef aldrei verið það, ég hef bara alltaf verið, veist, ég er aldrei óhrættur við að vera bara ég sjálfur og sýna mig á þann háttinn, ég er aldrei að spila einhvern annan en ég er eða neitt svoleiðis, ég er bara alltaf ég sjálfur og þannig ég er aldrei óhrættur við það. Stóðkerfa, þú talar þetta með að vera geróperator, þú lítur að sjá og líka sjá ákveðna breytingu á þínum tíma síðan þú byrjaðir að vinna bara að því maður hugsa svolítið mikið svona klassískasta síminn sko, við erum alltaf einhvern veginn að beygja okkur og síðan að vinna í tölvunni þá erum við í þessu svona hunchback einhvern veginn þessum stellingum hvað sérðu, þú veist, hvað er svona gegnum gangandi í að þú verður örugglega þverskur að þjóðinni bara, hvernig er stóðkerfið hjá fólki almennt? Sko, ekki nægilega gott við náttúrulega það má segja að á þeim tíma sem ég byrja að læra sem í kringum 2006 þá var kannski ekki mikið þekkt að fólk var með mikla verki undir herðablöðunum sem leiddu upp í axlir og háls og var svona að búa til höfuðverki og axlarverki og eymsli í kringum efrabakið og allt þetta. Það var meira kannski mjóbak. Fólk var að fá tak í bakið í mjaðmirni ára mjóbaki og það var svona algengasta vandamáli á þeim tíma. En nú hefur þetta bara snúist við. Nú er algengasta vandamáli að fólk er að koma til mín sem er þá með verki í brjóstbakinu eða efrabakinu, axlarverki eða hálsvandamál eða höfuðverki sem er náttúrulega bara tengt þessari beitingu okkar í dag. Og það er einhvern veginn, það kann ekki alveg að vinna með þetta, það veit ekkert hvað á að gera. Það er svona öðruvísi með mjóbak og mjaðmir að það er kannski þekst að vera að teygja og liðka sig til mjaðmirnar og allt þetta, fólk kann það. En það veit ekki alveg hvað á að gera við þessa verki. Að þetta er svo nýtt. Þannig ég sé mikla breytingar á þessu. Hvað með taugakerfið að því maður fyrir að velta fyrir sér sko, þegar maður er að tala um verki? Já. Oft á tíðum finnst manni líka eitt er beitingin á líkamannum með símann og allt þetta annað er svo taugakerfið þegar við erum komin í svona mikla streitu eins og er bara svona ákveðin faraldur í samfélaginu að þá hættir að hvílast almennilega á nætuna nærði ekki nógu góðum djúpsvefni og þá er taugakerfið einhvern veginn allt miklu viðkvæmara alltaf einhverju spennu ég lýsi oft taugakerfinu við mína skjólstæðinga sem að það hefur ákveðna tíðni og það getur verið kannski ólíkt hvaða tíðni ég á að fungera sem best á eða hvernig þú fungerar sem best á fyrir eftir hormonakerfur okkar og annað slíkt en þegar það er búið að skrúa upp tíðnina í þínu taugakerfi þá þú ert svona aðeins fyrir ofan það sem átt að vera að það ýtir undir það bólgur og þessar bólgur þá ráðast á þá staði sem að þú ert á veikastur fyrir eða hvernig þín beiting er dagsdaglega þau svæði sem þú ert ekki að liðka til eða hreyfa eða styrkja nægilega vel þannig að í rauninni og þá skiptir svona litlu máli hvað þú gerir, þú getur haldið þér eins og þegar fólk eru komið til mín minna að það eru margir sem að koma reglulega til að halda sér góðum og langt flestir eru þar ég vil frekar að fólk komið til mín sjaldnar og ég er rétt svo að halda þeim við að því að álag dagsdaglega býr til stífleika og bólgur, það er bara eðlilegt en þegar þú kemur alltaf alveg með vel upp skrúar og það er bara síðasta dropan sem vantar upp á að fá tak í bakið þá er alltaf þarft eitthvað að gera og það skiptir engu máli hvað þú ert að fara í marga nuddtíma eða kíróvatótíma þú þarft að vinna með taugakerfið af því annars endar bara alltaf á sama stað þannig að þetta er eitthvað sem maður reynir svo að miðla því ég kannski byrja ekki á þessu í fyrsta tíma að tala við fólk um þetta en þetta þróast oft út í þetta og að vinna með fólk í heildrænum. Hvað er að gerast í eins og þegar það er verið að það sem fólk tengir kannski mest þú veist þegar það er verið að taka sér svakalega brök og láta braki í hálsinum og allt þetta. Hvað er að gerast í líkamannum? Það er það sem við erum að gera, við erum að losa spennu og þessi spenna er tengd taugakerfinu þannig að þú ert með einhvern þrýsting í bakinu eða hálsinum eða eitthvað slíkt þá býr það til bólgu, þessi bólga býr til þrýsting þessi þrýstingur hefur áhrif á taugakerfið þegar hefur áhrif á taugakerfið þá virkar taugin eða sú taug sem fer þá í eitthvað vöðva eða eitthvað líffæri eða eitthvað skinnfæri hún virkar ekki eins vel
og það sem við gerum, við losum þessa spennu til að búa til meiri virkni í þessari taug, þannig að líkaminn starfar eðlilega. Það er í rauninni það sem við gerum ef við einföldum þetta rosalega mikið. Og hvað að gerast í líkamannu þegar það verður brak? Ég oft velti fyrir mér. Já, ertu að meina hljóðið sjálft? Já, bara hljóðið sjálft þegar þú heyrir þessi. Já, þannig að þú ert með lið sem eru með 3 liði og þessi liður í miðjunni, hann hreyfist ekki nægilega vel, eða er bara fastur. Hinir 2, þeir hreyfast aðeins, þeir eru bara stífir, en þessi hann í miðjunni, hann er bara fastur. Ok, þá er þrýstingur, það er bólga, það eru eymsli, það er ekki nógu gott taugaflæði út frá þessu svæði og slíkt, þá erum við tala hrygginn. Það sem við gerum, og þá brökum við, þá við losum við, og afleggingin af þessu losun er þetta hljóð, og hljóðið er í raun og veru liðvökvin, út af þrýstingsbreytingu rosalega snöggt, þá koma svona loftbólur inn í liðvökvan. Þetta er eins og að opna kókdós og þeir síðan springa. Og það er hljóðið sem kemur á því að hnykkja liðin. Þegar maður fer í fyrsta skipti í að láta braka svona í hálsinu þá líður mann eins og bara maður gæti enda bara úr hálslífi eitthvað. Akkurat. Er þetta ekki dálítil kunst að þú veist, það er að gera það Guð minn góður, sko. Getur eitthvað mikið farið úrskeiðis? Sko, þetta er svona bæði já og nei svar. Að mestu leyti nei, af því að þú ert að koma til einstaklings sem er faglærður, veit hvað hann er að gera, hefur gríðarlega mikla reynslu, en svo getur eitthvað komið, þú getur komið með hálst sem er fullkomlega heilbrigður, er bara stífur og það er að losa hann, og það er enga skemmdir, ekkert slit, ekkert sem að getur haft einhver áhrif á æðakerfið, taugakerfið, annað slíkt, en svo getur líka fengið háls sem er með mikið slit, það eru nabbar, svona beinnabbar byrjar að vaksa inn að taugarótinni, það getur verið diskur sem er klemdur og diskurinn getur verið mjög þurr og bara nánast alveg við það að rifna og þá kemur brjósklos. Þannig að sko að vinna með hálsa, ég meina þetta þú þarft að vita nákvæmlega hvað þú þarft að gera og þetta hefur haft, sko, ég hef haft gríðarlega mikið áhuga á þessu, að því að hálsar og erfiðir hálsar með alls konar flóknar breytur ég hef haft mikinn áhuga á því og ég hef í raun og veru sérhæft mig svolítið í því, þannig að það eru margir sem koma til mín sem hafa pröfað allt og gert allt og ekkert gengur, svo koma til mín og ég næði að hjálpa þeim og ég elska þá tilfinningu að þú þarft að vita nákvæmlega hvað þú ert að gera með svona hálsa, það getur ekkert slæmt gerst eða þú veist hvað þú ert að gera. Ég meina þetta er eins og þetta farið til í aðgerð og þú leggur þitt trust í þann bæklulækni sem farið ekki aðgerðina, hann veit hvað hann er að gera og það getur ekkert slæmt gerst ef hann veit hvað hann er að gera, en svo getur ýmislegt komið upp á, sem betur fyrir hjá mér er ég ekki sko búin að opna því og gera eitthvað sem getur haft áhrif að það getur komið einhver blæðinga eitthvað svoleiðis. En þú þarft að vita hvað þú ert að gera. Þetta virkar átt svona þegar maður sér þetta eins og þetta geti enda bara með hausinn bara liggjandi niður á hlið, sko. Nei, en svo því miður að þá er fólk út í bæ sem að losa hálsa. Það svoleiðis? Já, sem er ekki faglært og ég meina fullt af fólki sem er komið til minni eftir einhverja aðila sem hafa ekki haft hvorki einhver leyfinni kunnáttu til að losa hálsa og það náttúrulega bara er í áfalli eftir að hafa upplifað slíkt og þá er ég að vinna upp trust aftur og annað slíkt sem hefur komið margóft upp á. Fólk sé bara koma trámað eftir einhvern Pétur og Pál sem bara Já, það hefur ofgerst. Hvað þú nefndir áðan þegar við vorum að tala um vinnudaginn að þú vildir æfa. Já. Hvernig er þetta mér langaði að tala svolítið við heilsu almennt. Við erum náttúrulega byrjaðir að tala um heilsu. Akkurat, já. Hvað grunnurinn að góðri heilsu. Ríkurinn. Já. Hvernig er þetta að æfa? Er þetta að taka mest styrktaræfingar? Ég er að lyfta rosalega mikið og ég bara finna að ég er langbestur í líkamannum og ef ég er sterkur og ef ég lyfti þungt og ég meina ég æfa hverjum degi en svo passa ég auðvitað hjarta með því að vera líka í kannski eins og crossfit 2 í viku eða 3 í viku og svo lyfti ég bara þungt á móti, það er svona á nokkur neginn það sem ég geri. Hvað finnst þér þunga lyftingar gera? Mér finnst það gerir mig sterkan,
það bústar mínu hormónakerfi og ég finn það. Ég verð bara einhvern veginn mentally meira fókuseraður, ég fæ meira orku og ég vill líta þannig út að ég vill ekki endilega vera eitthvað rosalega massaður þó að ég sé vöðva mikill, en ég vill vera það, ég vill hafa vöðva, ég vill hafa styrk, ég vill hafa ákveðin presence og úthaldi líka í starfinu mínu, af því það skiptir miklu máli að maður sé líkamlega sterkur og vel að sér komin þegar maður er að meðhandla fólk. Það skiptir mér mjög miklu máli, þannig að það er svona, já, og þegar maður er að eldast þá er rosalega mikilvægt að maður sé að lyfta resistance training, að maður sé að lyfta þungt, maður sé að taka á því fyrir beinin og fyrir liðamótin og fyrir vöðvafestingarnar og vöðvana sjálfa. Þannig að já, þetta er svona, það er svo mörg áhrif sko. Algjörlega, maður finnur, ég er dálítið mikið búin að vera í svona cardio hefi í undanfæri sko, bara því mér finnst það svo góð streitulósun, að bara fara upp á fjall eða fótaskokka eða eitthvað svona, en maður veit samt alveg að fyrir bara svona langlífi, þá er mjög mikilvægt að halda vöðvamassa. Akkurat. Þannig að þegar maður, þetta er ekki bara útlitið sko, heldur bara eins og segir, beinmassin og ég veit að það er svo, það byrjar hrörnuna, þá er gott að það sé af nóg að taka sko. Akkurat, það er svo mikilvægt og ég vill ekki passa upp á að ég fitni ekki of mikið, ég vill ekki fá bumbu og skiluru og að brennslan og hormónakerfi sé öflugt og kynorkan sé öflug, þetta er svona bara svona hluti sem að skipta mig ótrúlega miklu máli. Að ég hafi sko, þegar maður hugsa langlífi og allt það og vera heilbrigður á efri árum, þetta er bara það sem ég brenn fyrir í dag. Og hafa metnaður er eitthvað sem að við kallmenn, við byrjum að missa svolítið þegar við erum kannski 40 plus, 50 plus og það hefur ástæðinu svo er að testosteron okkar fyrir minkandi og þá minkar þessi metnaður í okkur og ég vil bara ekki missa hana metnað fyrir öllu sem ég er að gera. Þannig að svaka furðulegt sko í þessu menningarstríði sem er í gangi í heiminum að það er búið að nánast gera testosteron að mjög neikvæðu orði. Já, sem er bara algjör þvættingur út af því að við vitum það sko mjög mikið í fæðun okkar, lifnaðarháttunum okkar og fleiru er estrogenmyndandi, þannig í raun og veru bæði konur og kallar. Ég held ég hafi lesið eitthvað stað nýlega að meðal fyrir svona 40 árum hafi meðal 50 kallmaður verið með sama testosteronmagn og 25 ára kallmaður í dag. Já, þú meinar. Já, það bara er svo margt búið að breytast í hvernig við lifum. Óhollari matur, meiri mengun, meiri streita, minni svefn og allt þetta dót sko. Já, umhverfið okkar í dag er bara svona mengað og allt frá því sem við öndum inn að okkur og það sem við borðum og þetta hefur náttúrulega bara beina áhrif á hormónakerfið sem að setur þá allt svolítið úr sambandi. Mín ástæði fyrir því að krabbamein fer svona snara aukandi og sjúkdómar yfir höfuð sko. Þetta er bara lifnaðarháttur og og þegar eins og sko ef við tölum á sem testosteron sem er lífshormónið ástæði fyrir því að fólk fjölga sér og er lifandi í dag og hafi metnað orku og líka konur eru með fullt af testosteroni ég fæ fullt af fólki á miðjumaldri og kallmenn líka og konur og líka en nú pæli ég svolítið að þessi kallmennum ég fæ fullt af köllum sem eru kannski 50, 60, 70 og maður sér það bara í augunum á þeim að það vantar þessa orku, þennan neista, þennan lífsneista og þeir eru alltaf að drepast og þeir bara eru svona, já þetta er bara át að ég er svo gamall og ég nenni þessu nú ekki lengur og ég hafði meiri áhuga þegar ég var yngri og mér finnst þetta svo leiðileg, mér finnst svo neikvæð umræða þeir einhvern veginn nenni ekki neinu lengur að þeir eru bara orðnir gamlir en í raun og veru eru þetta bara alltaf lágir í testosteroni og ég mun ekki ímyndaðir 48 ára kallmaður sem að kannski bara hefur ekki sama metna hún hafði fyrir 20 ára síðan og það kannski vantar bara testosteron í hann það vantar bara smá testosteron og þá getur við fengið bara plástur og þannig bara allt annar
og ég hef oft ekki, sko, ég ætla að klára bara eitt, ég fekk nefnilega. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.